Sko eins og kom fram í fyrirlestrinum, þá fór þetta ekkert að ganga hjá mér þegar ég fór að rannsaka mínar eigin hugsanir, mínar eigin hegðun. Og það einhver hugsun, að henni leiðir einhver hegðun og af því leiðir svo einhver tilfinning. Ég held reyndar að þetta sé ekki alveg svona. Ég held að undan hugsuninni sé einhver þörf. Það einhver þörf sem kveikir einhverja hugsun, sem kveikir einhverja hegðun, sem kveikir einhverja tilfinningu. Þú finnur fyrir einhver innan í þér, kannski svengt, hvatinn í þörfinni, sem kveikir hugsunina að ég er svangur, sem kveikir hegðunina að opna ísskápinn og svo vellíðunina yfir því að vera orðinn saddur. Þetta er það sem að, og þannig mig langaði þegar ég var að vinna þetta, að reyna að komast frá yfirborðinu. Hegðunin er á yfirborðinu, það sem ég geri eða geri ekki er á yfirborðinu. Þú veist, ég er að flýja það að hringja í einhvern eða ég er að forðast að þurfa að horfa á sjálfa mig og þá get ég til dæmis núna að vera að hæðast að því sem þessi kall búinn að vera að segja á þessu námskeiði og gera lítið úr honum þannig að ég þurfi ekki að horfast augu við mig. Og þannig ég bjó mig til aðferð þar sem að ég reyndi að færa mig alltaf neðar og neðar nær þörfinni. Og þá reyndi ég bara alltaf að stilla upp andstæðunum, plúspólnum, þannig að segja hvað mig langar, hver er draumurinn, hver er langarinnar, og svo mínuspólnum, hvernig ég hugsaði í raun. Og þannig að þegar ég var að skrifa, þá skrifaði ég 7 spurningar. Fyrsta spurningin, ég skal skrifa þetta, verður fyrir neðan skrifað, en fyrsta spurningin var: hver er stóri draumurinn minn? Hver er stóri draumurinn minn hvað varðar fjármálin mín? Hjónabandið, eða bara lífið í heild, ef við erum að horfa á fjármál. Hver er stóri draumurinn minn hvað varðar fjármálin mín? Og maður bara leyfi sér að eiga stærsta hugsanlega drauminn. Lætur bara eins og allt sé hægt og engar hindranir í veginum og er ekkert að velta því fyrir sig hvort maður sé raunsær eða eitthvað. Bara ég myndi vilja að þetta væri svona. Þá væri ég með flott fjármál. Alltaf leið, þá er ég búinn að svara þessari fyrstu spurningu. Þá veit ég skýrt hvað ég vil, hvert ég stefni. Og þá get ég svara næstu spurningu. Hvað þarf að breytast til þess að fjármálin mín verði svona? Og maður skrifar og svarar því og telur það jafnvel bara upp. Þegar maður er búinn að skoða hvað þarf að breytast, þá kemur þriðja spurningin: hver eru þá verkin? Og þá kom einmitt svona svör eins og: já, þá þarf ég að tala við makann, þá þarf ég að tala við bankann, þá þarf ég að biðja um þetta, þá þarf ég að segja nei við strákana sem eru að fara í veiðitúrinn, þá þarf ég, og þá gerir maður sér grein fyrir hvað það er hvaða hegðun maður þarf að gera til þess að draumurinn rætist, og þá kveikir maður á óttanum. Fyrst þarf maður bara að gera draum, svo taldi maður hlutlaust upp hvað maður þurfti að breytast, svo telur maður upp verkin og þá er maður kominn og maður búinn að neyða sjálfa sig til þess að fara frá yfirborðinu og að tilfinningunni. Og þegar ég er búinn að tella upp verkin,
Þá fór ég í 4. spurninguna. Hver er óttinn? Hver er tilfinningin? Hvernig líður mér núna? Þegar nú er ég búin að kveikja á því og þetta er orðið, ég er komin í tengsl við það. Og ég get skrifað þann ótta og skilið hann, hreyfi við honum, hækka tíðnin í honum. Og þegar ég er búin að svara spurningunum hver er óttinn, þá skrifa ég því óttinn hann er svolítið að segja að þetta sé ekki hægt. Og þá þarf ég að segja, hvað myndi jákvæði póllinn, plúspóllinn segja? Af hverju er þetta samt hægt? Er kannski næsta spurning. Hvaða leiðir á ég mögulegar til þess að þetta rætist þótt ég sé svona hræddur? Og svo skrifa maður á hugsanlegar leiðir þrátt fyrir óttann. Og og svo þegar maður er búinn að skrofa af hverju er þetta samt hægt? Þetta er hægt vegna þess að ég get ekki gert þetta. Og og svo kemur 7. spurningin, hvaða leið ætla ég að velja? Og svo þegar ég er búinn að ákveða það, ég ætla að gera þetta svona, ég ætla að tala við þennan, ég ætla að biðja þetta, gera mig gjaldþrota, segja nei, hætta við að fara í veðurtúrinn, tek ákvarðanirnar vel og þá er ein spurning eftir, hvenær ætla ég að framkvæma? Og fólki finnst erfitt að svara síðustu spurningunni, þess að framkvæma. Hvernig ætla ég að gera það? Hvað get ég skrifað þar? Sko það er til dæmis eins og það að hætta að reykja. Maður getur ákveðið það. Maður getur valið það að ákveðið það að gera það. En því maður velur aldrei að framkvæma, þá gerist það ekki. Og þannig maður setur sér bara einhverja fyrir klukkan 3 á miðvikudaginn verði búinn að gera þetta. Helst í dag, síðast alveg klukkan 3 á miðvikudaginn. Og þar með er ég búinn að færa mig úr hegðun sem er á yfirborðinu einhvern veginn. Ég er búinn að ákveða breytinni, ég er búinn að rekast á tilfinninguna sem bannar mér að breytinni. Ég er búinn að sjá hvernig ég gæti samt komið þessu við. Af hverju mér verið óvægt að breyta, valið hvað ég ætla að gera og svo framkvæmi ég það. Og þá er þetta oft þannig að þegar ég er búinn að skrifa þetta, þá er ég búinn að ákveða það að ég ætla að gera þetta á miðvikudaginn kemur. Og þá verð ég bara rosalega hræddur við það. Og þá tek ég þetta verkfæri bara fram aftur og segi betur, hver er stóri draumurinn minn þessa framkvæmd? Hvaða hindrun er í veginu? Hver er stóri draumurinn á það að hindrunin geti leyst upp? Svo fer ég bara í gegnum þetta allt saman. Þá og þá leysist hindrunin upp, maður skilur hana betur og hún fer, eins og ég var að vona að hún hefði gert hjá einhvern núna áðan. Og þá er komið að verkefninu sjálfur og þá er maður hræddur við það og þá skrifar maður stóra drauminn á verkefni sjálf. Svona geri ég þetta og geri enn á hverjum einasta degi, skrifa nokkra svona drauma og smá saman er maður að fækka neikvæðninni, óttanum í sjálfum sér og maður er að vaxa sem manneskja. Ég er ekki að fara fram á það að ég geri þetta sem haumenni. Mér langar bara til að segja ykkur frá því að það er svona sem ég gerði þetta, að því að ég hafði þörf til að fara svolítið djúpt í hlutina. Takk í dag. Sjáumst eftir viku.